Davíð, 2-0 sigur í fyrstu umferð. Hver er fyrstu viðbragð? Ég ætla bara að ánægja. Vinnum 2-0 á erfiðum útivelli og höldum markinu okkar hreinu og við erum bara mjög sáttið með það. Greiðilega sterkt að ná 3 punktum strax á töfluna. Já, bara mjög mikilvægt og að sjálfsögðu að byrja mótið með sigri og það var náttúrulega það sem við ætluðum okkur henni í kvöld og það tókst og náttúrulega mjög samfærandi máta. Það breytir náttúrulega leiknum að þegar þeir missa mann út af hann eftir hvort það voru 30 mínútur eða eitthvað svoleiðis og þetta breytir það leiknum en við gerðum þetta mjög vel og vorum duglegir að láta boltann ganga og sköpuðum okkur náttúrulega fullt af góðum stöðum og svona það er kannski eina sem við getum sett út á að við hefum kannski viljað bæta við 3. og 4. markinu en frábært að vinna. Þú kemur inn á að þeir hafa mist mann af velli eftir rúma 30 mínútur. Breytti það eitthvað nálgun ykkar á leiknum? Nei, það gerði það nú í sjálfu sér ekki þar sem að við vorum náttúrulega búnir að vera mjög mikið með boltann fram að því líka og þeir voru frekar aftarlega og ætluðu greinilega að keyra á okkur í skyndisóknum. En nei, það breytti ekkert nálgun okkur á leikinn, við ætluðum bara að halda áfram og reyna að bæta við mörkum en við náum allan skora 1 viðbót. Hversu sterkt er það fyrir liðið FH að vera með þetta vopnabúr sem þið eru með hana fremst? Matti Villa kominn heim og svona alltaf Steve Lennon og... Já, það er náttúrulega mjög sterkt og við erum með mjög sterkt lið og það er sama hvar þú lítur og ef þú lítur á bekkinn okkar í dag líka þar erum við með fullt af möguleikum þannig að þeir þarna fram á við eru okkur náttúrulega mjög mikilvægir alveg eins og allir hinnir og við bindum náttúrulega bara mikla vonir við það að þeir haldi áfram að gera það sem þeir hafa gert undanfarin ár sem er að skora mörk. Svona aðeins að leikmannahópnum bara, eru þið sáttir við hópinn eins og hann er núna eða hefðu þið viljað bæta ykkur við? Nei, við erum bara sáttir og eins og ég einhvern tímann sagt áður að auðvitað ef að eitthvað spennandi myndi bjóðast og þá myndum við skoða það en annars erum við bara mjög ánægðir með þann hóp sem við erum með í dag og treystum honum fullkomlega til að takast á við þetta Íslandsmót. Það er svolítið verið rætt varamakrurinn ykkar Daða. Hver er staðan á honum? Er hann á leiðinni útleið eða? Nei, það er ekkert ákveðið með það. Hann er náttúrulega bara búinn að vera frábær í vetur í okkur og okkar hugsun var kannski aðeins sú að hann væri kannski kominn á þann stað að hann þyrfti að fara að spila stabílt í annarkvort efstu deild eða fyrstu deild. Það er ekkert komið á hreint með það. Þetta er möguleiki sem er verið að skoða og ég held að hann hefði haft gott að því en ef ekki þá bara heldur hann áfram að berjast markmannsstöðuna við Gunnar. Eru þið að leitast eftir að lána hann út? Já, það er alveg möguleiki því að ef eitthvað spennandi kemur upp sem að hann væri sáttur við að við myndum lána. Takk.